Íslenska ríkið byggir á þrískiptingu ríkisvalds sem kemur í veg fyrir að of fáir fara með of mikil völd, að stjórnvöld geti ekki verið báðum megin við borðið. Við erum með löggjafarvald, alþingi sem setur lögin, framkvæmdavald, ríkisstjórnina og önnur stjórnvöld sem framkvæma lögin og svo það dómsvaldið sem fylgist með því hvort farið eftir lögum. Dómsvaldið skipað dómurum. Þegar grunur leikur á að lög hafi verið brotin það hlutverk dómaranna að skoða málin. Dómararnir túlka lögin og dæma eftir þeim. Ef lög hafa verið brotin, ákveða þeir refsingu. Það má skipta dómsmálum í einkamál og refsimál. Einkamál til dæmis deilur á milli einstaklinga eða á milli einstaklinga og stjórnvalda. En refsimál mál þar sem talið að einstaklingur hafi brotið lög, það að segja framið afbrot. Á Íslandi eru 2 dómstig, héraðsdómstólar og Hæstiréttur. Mál fara fyrst fyrir héraðsdóm og eru yfirleitt útkljáð þar. En ef aðilar eru ósáttir við dóm héraðsdóms hægt að fara með málið fyrir Hæstarétt sem endurskoðar málið. Dómar Hæstaréttar eru hins vegar endanlegir og ekki hægt að fara með málið annað eftir að dæmt hefur verið þar. Í vestrænu lýðræðissamfélagi eins og Íslandi þykir fátt jafn mikilvægt og frelsið. Frelsið þykir sjálfsagður réttur allra einstaklinga. Nú til dags frelsi ekki bara fyrir suma, heldur alla. Annað en fyrr á öldum þegar þrælahald þótti eðlilegt. Slík frelsisskerðing að sjálfsögðu ekki liðin lengur í okkar samfélagi. Öll viljum við vera frjáls, en sennilega getum við flest verið sammála að frelsi einnar manneskju má ekki verða svo mikið að það ógni frelsi annara. Þess vegna höfum við komið okkur saman hvenær okkur þykir eðlilegt að takmarka frelsi einstaklingsins, og það gerum við með lögunum. Við setjum lög sem segja til hvað má og hvað má ekki. Takmarkanir á frelsi alltaf umdeildar, en umferðarlög ágætt dæmi það sem við getum örugglega öll eða allavega langflest verið sammála að skynsamleg takmörkun á frelsinu. Þú mátt ekki keyra eins hratt á því sýnist, því ef þú keyrir of hratt ógnar þú öryggi annara í umferðinni. Frelsi þitt til að keyra of hratt með öðrum orðum ekki jafn mikilvægt og frelsi annara til að lifa. Þess vegna þykir eðlilegt að setja lög hámarkshraða. Dómstólar hafa völd til að takmarka frelsi einstaklinga verulega, til dæmis með því að dæma fólk til fangelsisvistar. Dómsvaldið hefur með öðrum orðum gífurlegt vald yfir lífi fólks og þess vegna skiptir öllu máli að það sé vel útfært. Dómsvaldið þarf að vera sjálfstætt. Það má til dæmis alls ekki vera auðvelt fyrir önnur stjórnvöld, ríkisstjórnina eða alþingi að hafa áhrif á niðurstöðu dóma. Sama gildir aðra valdamikla aðila í samfélaginu, til dæmis auðmenn, stórfyrirtæki eða hagsmunasamtök. Dómsvaldið verður að vera sjálfstætt og óháð. Dómarar mega aðeins dæma eftir lögum. Það þýðir að þeir eiga ekki að dæma eftir sínum persónulegu skoðunum eða tilfinningum. Það þýðir líka að þeir mega ekki láta utanaðkomandi þrýsting hafa áhrif á dóma sína. Þeir þurfa að fylgja lögunum. Það oft talað að sjálfstæði dómstóla sé einn af hornsteinum í lýðræðisþjóðfélögum. Við heyrum líka gjarnan talað hugtakið réttarríki. Þegar talað að það eiga virða reglur réttarríkisins meðal annars átt við þá grundvallarreglu að allir eiga rétt á réttlátri málsmeðferð fyrir dómstólum. Það felur í sér að dómstólar þurfa að vera óháðir, þeir þurfa að taka tillit til allra sjónarmiða og enginn sekur fyrir en sekt hans hefur verið sönnuð. Og svo mega þeir auðvitað ekki dæma eftir neinu öðru en lögum. Æðstu lög landsins þó alltaf stjórnarskráin, þannig að ef lög stangast á við stjórnarskrána þá gildir stjórnarskráin. Það má vel segja að enn eitt hlutverk stjórnarskrárinnar sé að verja okkur fyrir því að vond eða ósanngjarn lög séu sett á alþingi. Hlutverk dómsvaldsins sem sagt ekki bara að dæma eftir lögunum, heldur líka að sjá til þess að lögin standist stjórnarskrána.